Komið sæl góðir álsar, ég ætla að koma með aðra innlögn hérna, halda áfram að tala interrupts. Eins og við tölum í seinastu innlögn að þá gerum við okkur grein fyrir því að interrupt eða rof getur stöðvað hefðbundna keyrslufóriðsins. Ef við virkjum interrupt á annað borða þá hefur það algjöran forgang. Það er sérstakur fítus í örtölunum sem meðhöndlar þessar rofabeiðnir sem er Internet Service Routine. Og svo langar bara að benda á það að uppspretta rofsins byrjar alltaf hjá ferlinu sem óskar eftir rofinu. Tækið eða ferlið, hugbúnaðurinn eða hvað er, ef við viljum fá athygli strax þá verður uppsprettan að óska eftir ferlinu. Og við komum aðeins inn á þetta hér í seinasta myndbandi að þegar rof á sér stað þá fer þessi Internet Service Routine á stað, hún stöðvar keyrslur forritsins, greinir og meðhöndlar rofið. Og við ætlum að líta aðeins betur á þetta og hérna er ég komið með ágætis skýringamynd og ætla að fara yfir þessa mynd að hérna erum við væntanlega með svona að við byrjum með eitthvað device eða þetta getur líka verið eitthvað í hugbúnaði að þetta er uppspretta interruptsins, þetta er það sem biður interruptið og svo erum við með eitthvað sem heitir flag eða bara flögg og þetta er í rauninni þetta hérna er þessi flögg að ef þetta hérna er register að þá getur þetta flagg verið einfallega bara einn biti af einhverjum register. Þetta er einfallega bara leið til að við getum haft aðgang að interruptinu og spurt er komið interrupt, er það búið og svo framvegis. Þannig að þessi flögg eru bara svona indicators í örtölunni fyrir okkur. Svo erum við með einhvern bita sem getur stjórnað eða óvirkjað í rauninni rofið og þetta er mismunandi eftir örtölum hvort að þetta sé hægt eða ekki. Það er til maskable og svo er til non-maskable. Og þetta fer algjörlega eftir örtölum. Maskable interrupt eru þau sem við getum slökkt á. Við getum bara sagt, hörðu, þú ert hérna með interrupt pinna eða þú ert með einhverja fítusa til að meðhandla interrupt. Ég bara vil ekki hlusta, ég vil bara slökka á því algjörlega. Og non-maskable að það er bara að þá ráðum við ekkert við það lengur. Við getum ekki stjórnað individual interrupt. Við getum verið með mörg interrupt í hverju örtölvu og þá er mjög gott að geta valið bara við viljum slökka á þessu og virkja þetta og svo framvegis. Sumum örtölum er þetta ekki hægt og sumum örtölum er þetta hægt. Í örtölum sem við erum að nota frá Microchip að þar eru öll interrupt, þau eru alltaf maskable. Þannig að við getum alltaf slökkt á bara ef við viljum ekki til dæmis taka interrupt pinnan með, við viljum bara slökka á hann, þá bara skerum við það, þá bara slökka á hann. Þannig að þetta hérna er svona individual control í rauninni. Við getum verið með mörg interrupt í einu kuppi og hérna getum við bara slökkt á einu tilviki eða mörgum eða öllum. Ok, höldum áfram. Svo erum við með hérna biti sem getum óvirkjað eða virkjað öll rof. Þetta er í rauninni bara global interrupt enable og slekkur bara á öllum enable í örtölunni, sama hvað það er. Þannig að við höfum mjög mikla stjórn, við getum óvirkjað allt, við getum líka virkjað allt og slökkt kannski á öllum interruptinu nema einu. Þannig að við höfum mikla stjórn yfir interruptinu í Microchip örtölum. Ef að þessi biti hér sem við vissulega stjórnum í kóða, þetta er bara þessi biti hérna að hann er bara í einhverjum register, að þið sjá það að ef að hann er 0, að þá skiptir engu máli hvað þessi interrupt hérna eru. Við munum aldrei fá interrupt til örtölunar og eins og ég sagði á hann að non-maskable interrupt það er eiginlega bara ekki til í Microchip örtölum. Þau eru nánast allar með maskable þannig að þetta myndi í okkar, þá myndi þetta bara líta út svona hérna værum við bara komið með CPU. Við erum ekki með neitt sem heitir í rauninni non-maskable. Við þurfum hins vegar að vita þetta að það eru til non-maskable interrupt því að það er vissulega til í mörgum öðrum örtölum. Og við skulum halda áfram.
Og við skulum skoða aðeins betur hvað gerist frá hugbúnaðinum þegar við fáum beiðni internet. Og leið og það kemur, sem kannski bara gera þetta aðeins myndrænt, henda upp einhverju örtölu hér. Og hérna erum við með einhvern pinna, hann heitir bara því frumlega nafni P. Hérna erum við með eitthvað tæki, device, það komst nú ekki fyrir. Og eins og við sáum í fyrstu innleikninni, fyrstu myndunum, að þegar þessi hérna sendir frá sér 1, að þá viljum við að kóðinn sem hann er að gera, þessi kóðinn sem þessi örtölva hér er að keyra, að hún bara stoppi og fari þá að sinna hérna einhverju sem heitir það fari þá að sinna hérna þessu interrupti hér. Og við skulum sjá hans hvað gerist í hugbúnaðinum þegar þetta á sér stað. Það fyrsta sem gerist að þessi internet service routine fer í gang, og þetta er bara innbyggt í rauninni, innbyggt í örtöluna. Það næsta sem gerist er að ef við erum stödd í línu 60, að þá þurfum við að nú ætlum við að fara að þjónusta þessa internetbeiðni, og þá þurfum við að vita þegar við erum búin að þjónusta internetbeiðnina hvert við erum að fara tilbaka í kóðanum, þegar við viljum að fara bara á sama stað tilbaka og við hættum. Þannig að við þurfum að vista gildin í program-counterunum. Program-counterunum segir okkur hvar við erum stödd í forritinu, og þetta gerir örtölvan sjálfvirkt. Svo er hérna að þetta, stundum þurfum við þessu ekki, en oft þarf þetta, að þá þurfum við þetta þurfum við að kóða sjálfur. Við þurfum að vista í rauninni hvað er í working registrunum okkar, hvað er í status registrunum okkar og svo framvegis. Ef við erum hér að vinna með eitthvað gögn og við viljum ekki tapa þeim, við viljum samt þjónusta þessari internet service routine hér, að þá þurfum við að geyma þetta, og þá myndum við bara byrja því fara fyrsta línan hér í þessu interrupti, að þá myndum við bara, það fyrsta sem við myndum gera bara að seifa working register í eitthvað work register temp og svo status register í eitthvað temp. Við myndum bara geyma það, og svo þegar við hættum þá myndum við bara recalla það, og þá myndum við halda áfram hérna að runna hérna í þessum kóða hérna niðri með gildin sem við vorum áður en við fórum í rútínuna. Og svo kemur 3, interrupt kóði. Þetta er kóðin okkar sem við gerum. Kannski viljum við að hann kveiki á einhverju porti eða láti einhverja spurning hvort ég geti tekna viftu. Ég lítið að geta séð það. Hérna, kannski viljum við að hann kveiki á einhverju viftu af því það er eitthvað ofitna eða eitthvað. Við þurfum að skrifa það í kóðunum hér. Þannig að við ráðum alveg, þetta interrupt service routine er bara það sem við viljum að það geri. Þetta er einhver aðgerð sem við viljum að fá athygli strax, eins og til dæmis ef við þurfum að kæla eitthvað niður. Og hún kannski kveikir hérna bara á port kveikir hérna á port A pin 1 eða eitthvað og kveikir á einhverju viftu. Skiptir ekki máli. Við skulum halda áfram. Þegar hún er búin að keyra internetkóðin, að þá viljum við að hún sæki gildin í rauninni sem við geymdum. Við þurfum ekki að sækja staðsetningu hérna hvar við vorum í kóðanum, af því að hún geymir það automatískt, hún ýtir því í stakkin okkar hlaða. En við þurfum hins vegar, ef við viljum geyma innihald working register eða status register og svo framvegis, að þá þurfum við að skrifa bara einhverja lítinn kóða hérna neðst sem sækir það áður en að hoppum tilbaka. Skrifa 5. Þessi flögg, þegar þetta device hérna sendir request beiðni hér, að þá segir örtfælan, ok, hörðu, hérna er request í gangi, og það var kannski request á external pin eða eitthvað svoleiðis, að þá fáum við 1 hérna. Þetta er flaggið til að láta okkur, þannig að við getum haft aðgang að því, sko, er interrupt í gangi. Þannig að hérna erum við búin að þjónusta interruptið, þannig að við viljum láta flaggið aftur saman sem 0 væntanlega. Við viljum ekki að hann keyri þetta bara endalaust, við þurfum að resetta flaggið. Við erum búin að þjónusta interruptbeinina, þannig að flaggið á bara að fara aftur niður í 0. Og 6, við viljum virkja interruptið aftur, af því að í rauninni, í flestum tilvikum, ég ætla ekki að segja flestum, í mörgum tilvikum, að þá
disablear örtölvan interruptið. Hún tekur þá ekki við interrupt á meðan hún í interrupt. En þetta mismunandi eftir örtölum. Stundum þurfum við að virkja þetta sjálfir. Stundum komumst við upp með það að láta hana bara gera það fyrir okkur. Við munum skoða það seinna að hvað gerist til dæmis ef við erum í interrupt 1 hér og á meðan við erum að keyra þetta interrupt hér, að þá kemur allt í einu annað interrupt hér frá einhverju öðru. Þannig að þarna getum við til dæmis slökkt á því, við bara viljum ekki þjónusta þetta interrupt fyrir en að við erum búin með þetta. Við getum líka haft það þannig að við viljum hoppa í þetta interrupt, þó að við séum í þessu interrupt, þá erum við bara komin í interrupt inn í annari interrupt og svo framvegis. En til að byrja með þá ætlum við við ætlum ekki að vera að hugsa þetta alveg strax. Þannig að við viljum virkja interruptið aftur, þannig að við erum búin að keyra þetta interrupt og við viljum, það er alltaf leið þá að koma interrupt einhvern veginn seinna í kóðunum, þannig að við virkjum það aftur. Og svo seinast skrefum við return, að þá hoppum við hérna aftur í kóðan sem við vorum í áður en við fórum í interruptið. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum hvað gerist þegar við fáum interrupt beiðni og við getum recapað þetta mjög fljótt. Við erum að keyra kóða, það kemur einhver interrupt beiðni. Ef við erum búin að virkja interrupt í örtölun okkar, að þá stoppar hana sem hann að gera, fer og þjónustar þetta interrupt hér. Hún geymir auðvitað statusinn á program counter og ef við viljum þá þurfum við að forrita það sjálfir, working register og svo framvegis. Hún þjónustar þessa beiðni, hún gerir hérna kóða sem við skrifum hérna inn í. Áður hún fer úr honum þá nær hún aftur í gildin í program counterinn, working register status registerin ef við viljum og hoppar svo aftur hérna í kóðan og heldur sinni vinnslu áfram.